Velkomin í kirkju á sunnudegi. Ykkur hér sem eru nýir í dag? Já, verið velkomin. Það var yndislegt að fá að lofa Drottinn og það rosalega mikill kraftur í því að fá að syngja svona lög sem eru beint úr Biblíunni. Það sem við játum út það sem að Guð segir. Það sem sagt Guð að hann heilagur, hann miskunnsamur, hann góður, hann alltaf nálægur. Ég ætla að bjóða Helga að koma hérna og lesa og biðja. Kannski skulum byrja á því að líta kringum okkur og heilsa nokkrum, bjóða velkomna á. Sérstaklega einhvern sem ekki séð áður eða þekkjum ekki. Að við erum til að hitta Guð og hitta hvert annað. Yndislegt. Við langar að lesa úr Rómverjabréfinu, 5. kafla, fyrstu 5 versin og þar segir: Réttlætt af trú höfum við því frið við Guð, sakir Drottins oss Jesú Krist. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í voninni dyr Guðs. En ekki aðeins það, við fögnum líka í þrengingum, þar að við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur á vonina. Og vonin bregst okkur ekki, því að kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur gefinn. Amen. Yndislegt alltaf að heyra Guðs orð og vera minnt á það sem við eigum í Jesú Kristi. Þetta af gjöf, þetta náð og þetta allt það sem Guð hefur gert fyrir okkur. Það ekki margar tilkynningar áður en við förum í bænarefnin. Það kotmót næsta helgi, ef einhver hefur ekki tekið því. Hversu? Já, mikið spenna fyrir því. Og við hlökkum til að fara á kotmót. Það alltaf svona ákveðin hápunktur á árinu að hittast öll saman allstaðar af landinu, ekki bara úr þessari kirkju, heldur úr mörgum kirkjum. Og það verður góðu gestur með okkur þessu sinni, Stefán Kristjansen kemur til okkar frá Noregi
og svo verður þetta bara frábæra samkomur og frábært dagskrá og við ætlum öll að biðja fyrir því að verði frábært veður og biðja fyrir því að það rigni alltaf á samkomutíma svo fólk komi á samkomunar. Nei. Eru fleiri ég sem var lent í því að vera seinna samkomur og kvótmóti og heyra allstaðar samkomuna í öllum tjöldunum þar sem fólk satt fyrir utan og drakk kaffi því það var svo gott veður. Eru fleiri ég? Nei. Þess vegna rigning á kvótmóti, krakkar. Þegar við förum ekki á samkomu nema að rigni. Þannig að, nei, þetta svona smá brandari. Já, ok, sumir gera það. Þeir sem að predika og svona. Við vitum af ykkur gegnum lindina. Þannig að það kvótmót framundan og svo bara fer eftir það, þá fer svona haustið hægt og rólega að detta í gang með sínum þunga. Við byrjum að svona kennsludagskrá vetrarins byrjar strax í ágúst og svo þetta kemur, já, við ætlum ekki að tala september of snemma, það ennþá sumar. En það eru spennandi hluti framundan í vetur, ég hlakka til það í það minnsta. En það segir í Rómverjabréfinu að við eigum að fagna með þeim sem fagna og syrgja með þeim sem syrgja og það eitthvað sem við viljum gera bæði sem kirkja og líka bara sem systkini í trúnni. Að ég heyriði óvenju margar fregnir því að fólk hefði farið heim til að vera með drottni núna í síðustu viku og helgina. Það eru margir sem þekktu hana Hafdísi Ingvarsdóttur sem starfaði eða var mjög virk á Alfa, allir sem sóttu Alfa þekktu hana. Hún lést og útför hennar verður frá Háteigskirkju á þriðjudaginn klukkan 1 og síðan heyrði ég að systir okkar, hún Gunnhildur Höskuldsdóttir sem búin að glíma við krabbamein lengi, hún lést líka núna helgina, fór heim til að vera með drottni og svo frétti ég frá Akureyri að þar lést fyrst hann Þórólfur Ingvarsson sem kannski margir þekkja það, pabbi hennar Júlíönu og síðan lést tengdasonur hans, hann Rúnar Guðnason sem líka búin að glíma við krabbamein lengi, hann lést líka núna bara helgina. Þannig að það mikið að missa bæði pappa sinn og mannin sinn sömu vikuna. Þannig að það gott og auðvitað biðjum við með öllum þeim sem hafa mist og við skulum vera í bæn fyrir þeim sem hafa verið að upplifa missi og að kljást við það. Og eins og versum sem við lásum að við vitum að Guð með okkur í þrengingum, hann styrkir okkur og hann heldur okkur uppi og það gott að finna að maður á systkini líka að. Þannig að ef þið þekktuð einhvern og þekkið einhverja aðstandendur af þeim sem ég var nefna, þá skulum við endilega sýna hlýhug, vera til staðar og biðja. Þannig nú skulum við biðja saman, við skulum biðja fyrir öllum þeim sem hafa mist og svo felum við okkur og samkoman áfram í drottins hendur. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma fram fyrir þig með allt okkar drottin og þakka þér fyrir þetta orð sem segir að þú munir aldrei sleppa okkur, þú munir aldrei yfirgefa okkur drottin og þakka þér heilagi Faðir líka fyrir þetta orð sem segir að þó við göngum gegnum logan þá mun hann ekki brenna okkur og þó við förum gegnum vötnin þá munum þið ekki flæða yfir okkur og þegar við göngum við gegnum dimman dal að þá ertu með okkur drottin minn. Og þannig vil ég lyfta upp vinum okkar sem hafa verið að missa ástinni núna bara í þessari viku drottin. Heilagi Faðir, við biðjum bara að andið þinn, huggarinn drottin, komi og umvefi ástvinni drottin og þá sem hafa mist með kærleika þínum, með nærveru þinni drottin minn, með styrk þínum, með huggun þinni drottin. Heilagi Faðir, við biðjum að þú sért með í öllu sem að snýra því að fástu það sem kemur í kjölfari drottin, öll hagnýtt mál, en fyrst og fremst drottin, þá biðjum við fyrir þeim sem hafa mist. Drottin minn, viltu styrkja, viltu uppörva, viltu vera með, viltu hjálpa drottin minn. Og ég biði líka, viltu hjálpa okkur að vera til staðar, hjálpa okkur að muna eftir vinum okkar drottin, hjálpa okkur að muna að lyfta þeim upp í bæn og líka vera til staðar í öllu sem við getum gert, svona, já, bara í því sem hagnýtt drottin minn. Og við felum þessa vini okkar í þínar hendur drottin og þakka þér fyrir systkini sem við fengið að ganga með, þakka þér fyrir líf þeirra, vitnisburð þeirra drottin og þau ljós sem þau hafa verið fyrir þig og við biðjum drottin minn að þú blessir minningu þeirra drottin í Jesú nafni. Þannig felum við okkur og við felum þessa stund og við felum þessa vini okkar í þínar hendur í Jesú nafni. Amen og amen. 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 Og meðan við tökum fórnina þá ætlum við að syngja sálm og minnast þess að það sigur að þrátt fyrir það sem gengur á í lífinu, að það samt sigur sem Guð gefur okkur og fyrir blóð Jesú þá eigum við sigur og fyrir heilagan anda þá höfum við hjálpara og við höfum huggara. Þannig ég ætla að hvetja ykkur, það pósi aftast og það eru baukar sem munu ganga en stöndum upp og lofum drottin og syngjum þetta saman. Ef við beygir þú inn á braut Guðs í dag. Ef beygir þú inn
Við erum svo heppin að eiga svo mikið að hæfileikaríku fólki. Ekki bara þeim sem hafa verið lengi að, heldur líka þeim sem eru ungir. Og ég ætla að bjóða hana Evu Margréti að koma og syngja fyrir okkur innsöng. Þið með fá okkur sæti. Eva Margrét, hún er þess að dóttir Óla og Ernu sem eru ábyggilega að horfa núna. Ægilega stolt. Gjör svo vel. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along a broken road. But I got lost a time or two, wiped my brow, kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you, and every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road that led me straight to you. I think about the years I spent just passing through. I like to have the time I lost and give it back to you, but you just smile and take my hand. You've been there, you understand. It's all part of this grander plan that is coming true. And every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road that led me straight to you. Long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road that led me straight to you. That God bless the broken road that led me straight to you. Frábært, þið megið gefa henni gott klapp. Og mikil náð og mikil gjöf þegar Guð gefur okkur svona hæfileika á meðal okkar. Við ætlum að halda núna bara áfram og fara inn í meiri lofgjörð,
Það er ekki barnapössun, en ef það eru börn hérna, endilega foreldrar, kennið þeim bara að lofa Guð með okkur. Kennið þeim lögin, sýnið þeim hvernig við lofum Guð með höndum okkar, með líf okkar, með röddum okkar. Stöndum upp og skulum syngja Jesus at the center. Jesus at the center of the church.
að þú ert nálægur Drottinn. Faðir, þú ert velkomin hér í dag til þess að eiga við hjarta okkar Drottinn, til þess að tala inn í líf okkar Jesús. Drottinn, við minnum sjálf okkur á það þú sem er þungamiðja alls sem við gerum. Það er þú sem er þungamiðja í líf okkar Drottinn minn, í trúnni okkar, í kirkjunni, í uppeldinu okkar, í hjónabandinu okkar, í fjármálunum okkar Drottinn, í lofgjörðinu okkar Drottinn. Að við lofum þig, Drottinn, við lofum þig með líf okkar Drottinn. Faðir, að nafn þitt Jesús, að það mun aldrei yfirgefa varir okkar Drottinn. Við treystum á nafnið þitt Jesús. Það er ekki fyrir neitt annan nafn sem við fáum sigur eða kraft eða frelsi. Jesús. Halleluja. Brotin sé ég, mulin og sundruð, í náði safna, læknuð og tómhent eru, eigi yfirgefin, eignast ég hef, frelsi og frið. Hve dýrmætt Guðs undra náð, sem upp mig hóf úr synd, og týndur var, mig drengur drá, var ævin sál mín blind, ég geti sjálfan sér. Ég sé að ást úr augum þér skín, fórnar gjöfin væri brotnum sálum í hlýð. Þú tókst mína brot og allan veikleik og aftur fjársjó í leik lést. Eig þú mitt hjarta, ég þitt leiken, svo augljós þitt líf í mér. Hve dýrmætt Guðs undra náð, sem upp mig hóf úr synd, og ég týndur var, mig drengur drá, var ævin sál mín blind, ég geti sjálfan sér. Ég sé að ást úr augum þér skín, fórnar gjöfin færir brotnum sálum í hlýð.
Ég sé að ást úr augum þér skín, fórnargjöfin þín, færir brotnum sálum nýtt líf. Lás í brjóstkjörin
Þið vil ég þekkja mig, þið vil ég þekkja mig, nú ég gefst þér, nú ég gefst þér. Þið vil ég þekkja mig, þið vil ég þekkja kemur kraftur þinn, af himni kemur kraftur þinn, hjarta fylltur drottinn minn, af himni kemur kraftur þinn. Af himni streymir lífsins vatn. Af himni streymir lífsins vatn. Hreinsa mig af allri synd. Af himni streymir lífsins vatn. Fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt. Líður færi lofgjöf þér. Láttu helgan anda falla hér. Kirkjan lifir endalaust. Af himni kemur kraftur þinn. Komi kraftur þinn, komi kraftur þinn, komi kraftur þinn, komi kraftur þinn. Fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta Amen, takk Jesús. Standið áfram. Langar að við aðeins höldum áfram og lofum Guð. Það er ekki hægt að sitja undir þessu þegar við þráum að kraftur Guðs flæði gegnum líf okkar. Þráum það ekki? Amen. Við þráum svo að heilagur andi falli yfir okkur og endur nær og endur nýr. Fyll okkar að meiri krafti, meiri dýri, meiri djörfung, meiri gleði. Syngjum þetta aðeins. Ég veit að Óskar tekur örgla. Kraftur þinn,
halleluja, halleluja. Faðir, þakka þér fyrir að við mögum koma hér saman í dag. Þakka þér fyrir drottin að þú ert bara góður Guð. Þakka þér fyrir að þú ert krafturinn. Þakka þér fyrir drottin að þú gefur okkur djörfung og gefur okkur gleði. Þú fyllir okkur með krafti þínu, Jesús. Og þakka þér fyrir drottin að þú ert ekki nískur Guð. Þú úthellir andaðinum yfir okkur. Þú úthellir blessuninni. Þú úthellir lausn yfir lífi okkar, drottin minn. Og þakka þér fyrir Jesús að við mögum bara teiga af þér. Við mögum bara teiga af þér, Jesús. Takk fyrir að þú fyllir okkur, drottin minn. Takk fyrir að þú fyllir okkur, Jesús. Halleluja, halleluja, halleluja. Kom í kraftur þinn. Amen. Halleluja. Kom í kraftur þinn, kom í kraftur þinn, kom í kraftur þinn, kom í kraftur þinn, kom í kraftur inn í líf okkar, kom í kraftur inn í þig, kom í kraftur Halleluja, halleluja, halleluja. Það svo yndislegt að vera í nærveru Guðs. Erum ekki sammála því? Það svo dásamlegt bara að fá að lofa Guð. Fá tignan vera í nærveru hans. Halleluja, Jesús. Amen. Halleluja. Amen. Heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Takk fyrir að fá að predika hérna. Var hann svo óvanur, það heilt ár síðan ég predikaði í Fíladelfíu. Nei, það ekki rétt. Síðan predika hér á sunnudegi. Predika reglulega á 50 samkomunum, samhjálparsamkomunum eru. En tíminn fljótur að líða. Og ég þurfti aðeins bara að fá þennan tíma til þess að svona sinna öðru og leyfa ungum mönnunum að njóta sín í botn. Þeir eru frábærir. Erum ekki sammála því? Amen. Halleluja. Gefum Guði dýrðina fyrir góða starfskrafta, góða þjóna sem að er í Guðs ríkinu. Frábært. Amen, erum við spennt? Halleluja. Það er svo dásamt að fá að vera í nærveru Guðs. Áður en ég byrja þá ætlum ég bara að segja frá því að við erum alltaf með samkomur hér á 50 dögum sem samhjálp og næsta 50 dag er ekki samkoma í samhjálp hér. Kotmótið byrjar á 50-kvöldið, þannig að samhjálp verður með samkomu í Kirkjulækjarkoti á föstudaginn klukkan 2. Þannig að þess vegna verður ekki samhjálp að samkoma hér á 50 daginn. Amen. Síðustu orðin á síðustu samkomu sem hann Óskar eiginlega svona kvaddi kirkjuna með og einmitt það sem að Guð hafi lagt á hjarta mitt. Og ég hugsaði, já, heilórandi, hann veit, hann þekkir og lofgjörun í dag, hún er ein bara ræðan, þannig ég get þess vegna sleppt ræðinni. En Óskar var einnig að tala um það að við þurfum ekki bara að koma á samkomu til þess að lofa Guð. Og við eigum ekki bara að gera það á samkomunum eða á sunnudögunum. Við eigum að gera það alla daga vikunar. Vera í nærveru Guðs og lofa Guð. Lofa hann heima á sér. Hvað er margir sem lofa Guð í sturtu? Í sturtu. Syngja í sturtu og lofa Guð. Það er ekki margir. Það er ekki margir. Pælið í því aðeins að lofa Guð í sturtunni. Þegar vatni flæðir yfir. Heilagt regn flæðir yfir okkur og svo lofum og syngjum Guð dýrð í sturtunni. Amen. Það er bara dásamlegt.
Við erum að lofa hann allstaðar. Hvað margir sem að biðja í bílnum? Það er miklu fleiri. Nú þarf enginn að skamma sig fyrir það, bara vera með eitthvað í eyrunum og svo bara biðjar og lofa Guð með lítið tæki í eyrunum. Allir halda að maður sé að tala í síman. Við erum að tala í himneska síman. Amen. Það sem að svona yfirskrift ræðu minnar er atvik sem að gerðist, ég er gamalt bifurleverki, dóttir mín, hún keypti bíl og ég ætla að segja meira frá því en yfirskriftin kom eiginlega út frá því að það var eitthvað sem að aftengdist í bílnum og hafði þvílíkar afleiðingar. Þannig yfirskriftin er að vera tengdur en ekki aftengdur. Að vera tengdur. Vera tengdur Guði. Og ég er búin að hugsa með mitt líf að það er að síðasta sem ég get hugsað mér. Allra síðasta sem ég get hugsað mér. Það er að aftengjast Guði. Og ég get ekki eiginlega að hugsa þá hugsundur enda. Hvernig verður líf mitt ef ég aftengjast Guði? Ég vil vera tengdur honum. Ég vil vera undir smurningu hans. Ég vil vera í krafti hans. Ég vil fá flæði í hans heila anda. Það er mín þrá og þannig vil ég lifa lífinu frá sunnudegi til sunnudags. Vitið, alla daga ársins. Frá því augnabliki þegar sem sagt barn fæðist og frá því augnabliki sem að er klippt á naflasnúruna. Það er aftengt. Líkamlega, en kannski ekki andlega. En barnið og móðir aftengjast. Þau voru í raun eitt, en svo aftengjast þau. Það er klippt á naflasnúruna. Og ég var að hugsa, og þá byrjar aðskilnaðurinn. Það eru fleiri með garðrækt heldur en Aron. Hann er með gróðurhús, ég er ekki með gróðurhús. Þarf þess ekki. Það vex svo vel á garðinu hjá mér, á pallinu hjá mér. En ég er með kassa með jarðaberjablöndum. Og við erum búin að vera að sá þessum jarðaberjum og blöndunum og í fyrra þá komu ykkur 3 jarðaber. Í ár er hellingur sem að er í kassanum og er að byrja að þroskast. Ég er búin að smakka 2 af þeim sem eru orðin þroskuð, gómsæt og frábær. En svo koma frá jarðaberjaplöntunum þá koma sprotar og mynda nýjar plöntur. Og það hafði gerst sem sagt ein plantan, hún var þakin af berjum og er þakin af berjum. Þau eru ekki ennþá þroskuð en ekki orðin rauð en það var komin sproti og hann var byrjar að festa rætur og svo var annar sproti að myndast. Og ég hugsaði ég ætla að leyfa hann bara að festa rætur, svo ætla ég að klippa á. Kannski var aðeins svo bráður. Ég var aðeins svo fljótfær að klippa á sprotan sem fyrir nýju plöntuna. Þannig að og ég gerði það, ég klippti á til þess að bæði næringin myndi fara fyrst og fremst í berinn og allt þetta. Númer 1 og 3 að allur krafturinn færi í ávextina. En ég hugsaði að nýja plantan er búin að festa rætur. En hún var ekki búin að, greinilegt, hún var ekki búin að festa nógu vel rætur. Þannig að eftir nokkra daga að þá byrjaði þessi nýja planta, hún bara visnaði. Og hún svo bara lag hún niður. Svo leiti ég á pottin og sá hún bara, hún hékk þar, bara dinglaði. Sem sagt, engin næring, þá klippt á. Og það var akkurat þetta sem ég var að hugsa með ræði mína. Að vera aftengjast. Hún sem sagt aftengdist, þessi nýja planta, aftengdist móðurinni. Og þýddi það að hún var ekki að ná saman. Hún var ekki að ná að þroskast. Og svo bara gaf hún upp og er sem dauð. Jesús hann segir í Jóhannes 15, vers sem við þekkjum öll, frá versi 1, þá segir hann, ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af
og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Þér eruð þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Og svo vers 4. Verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfur sér nema hún sé á vínviðinum. Eins getið þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Og áfram heldur Jóhannes, ég er vínviðurinn. Í Jóhannes, sem það Jesús er að tala. Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gert. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vexamast faðir minn að þér beri mikinn ávöxt og verði lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Og svo kemur síðast það, verið stöðug í elsku minni. Og það er það sem að svona er yfirskriftin, að vera stöðugur í elsku drottins, vera í honum. Án hans erum við ekki neitt, án hans erum við kraftlaus, án hans getum við ekkert. En í honum er allt mögulegt. Við eigum allt í Jesú. Og ég er svo þakkláttur fyrir að það er aldrei, Guð er ekki með eitthvað dropateljara yfir lífi okkar. Hann vil úthella blessun sinni. Hann vil úthella smurningu sinni yfir okkur. Hann vil úthella anda sínum yfir okkur með krafti og öllu því sem að tilheyrir hans ríki. Verið stöðug í elsku minni. Ester, kona minn, sem er núna í Noregi og búin að vera í Noregi í 3 vikur, er að koma heim á morgun. Þannig að þess er búin að bretta upp ermana til að fara að þrífa heimilið. Það hætti hann ekki að koma í skítut heimili, reyndar er í búnaði. En hún sagði mér sögu sem sagt frá æsku heimili hennar. Nágranna konan hafði plantað eplatré í garðinu sínum. Og ávöxturnar kom ekkert strax. Fyrst þarf að gróðursetja og svo þarf að festa rætur og eftir nokkur ár að þá fer kannski að koma epli. Og það var þannig þetta sumar að það hafði komið aðeins 1 epli á tréð. Aðeins 1. Og þau buðu með ofvæni eftir að smakka þetta eina epli sem að var núna að byrja að þroskast. Og það sem sagt þroskaðist og þau voru án spennt. Síðan segir sem sagt móðurinn hana í húsinu við strákana, sem sagt vin, bróðir Esterar og við þessa stráka, 2 strákana, þið megið strákar ekki, munið það, þið megið ekki vera í fótbolta í garðinum. 1 boðorð. Þið megið ekki vera í fótbolta í garðinum ef að fótboltin skildi nú fara í tréð. Þau voru að bíða með ofvæni eftir ávextinum. Og svo gleyma þeir sér. Þeir ætluðu ekkert að vera óþekkir. Þeir ætluðu ekkert að synga. Hver allar gera það? En það var svo freistandi að fara í fótbolta í garðinum. Og áður en að svona hugsuðu málið til enda þá eru þau náttúrulega þarna bara að sparka boltan á milli sín og að sjálfsögðu lendir hann í trénu. Og beint á eplinu. Beint í eplið. Og það hrundi niður. Úps, býttu nú við. Það var búið að vara okkur við. Það var búið að segja við megum þetta ekki. Við látum bara engan vita. Og annar þeirra, hann hljóp inn og náði fiskigarð. Klært. Og svo batt hann eplið, garnið í stöngulinn og upp í greinina og svo hélt hann þessu þannig. Og svo biðu foreldrarnir í ofvæni með eplið. Eplið var að þroskast. Vá, hvernig myndi það nú smakkast.
Og þau biðu. Og það bara, þau biðu. Og það leit vel út. Það var fjarska fallegt. En það var ekkert að gerast. Og svo eftir langa tíma þau sáu að það var ekkert að þroskast meira. Svo hugsaðu, hvað er að? Er eitthvað að trénu? Er komin einhvern sjúkdómur í tréð? Og þegar þau sáu að epli bara fór að krumpast. Þetta er dálítið tíma að fór að krumpast. Þau sagði, þetta er ekki lægi. Svo þau fóru nú að ganga trénu og kíkja á. Hvað er að gerast? Þá sjá þau. Býtum það er garn, að fiskigarn sem heldur upp eplinu. Og þá kom sannleikurinn ljós. Þeir urðu að viðurkenna synd sína og sekt. Þeir eru brotið af sér. En þeir ætluðu að láta þetta líta vel út. Og hún myndi að bara gróa saman. Ég veit það ekki. En svona er það. Verið í mér, segir Jesús. Og það er akkurat þegar við aftengjumst að þá gerist eitthvað. Við missum kraftinn. Leið og ég klippti á nýju plöntuna, klippti á sprotan, þá aftengdist hún. Safinn flæddi ekki lengur. Hún bara konaði niður og í dag er hún dauð. Og það var það sem að eiginlega ræða mín fór að hugsa Dóttir mín keypti sér bíl. Yaris. Ég er lítill Yaris maður. En talaði franska bíl, þá skal ég tala við ykkur. Eftir dálítið tíma, bílinn gekk ágætlega til að byrja með og flottu bíl og allt svoleiðis. Eftir dálítið tíma þá var hann batterislaus. Og hún skildi ekkert í þessu að hann fór ekki í gang morguninn. Hún hélt að krakkarnir hefðu kveikt ljósið í inniljósið bílnum og þannig hefði straumurinn farið út af. Mjög eðlilegt og þannig gerist það. En hún fekk nágranna sinn til að gefa sér start og kom sér síðan í vinnuna og eftir dálítinn tíma aftur þá var hann batterislaus, rafmagnslaus. Og einhvern tímann hringdi hún í mig, þá var hún stödd inn í Glæsibæ, bíllinn dauður. Svo ég er að keyra hana rétt framjá, kem við og gef henni starti, alltaf með startkabla í bílnum. Síðan fer þetta, og ég segi við hana, veistu það, batterið eru örugglega bara ónýtt. Þannig að farðu upp í skorra og talaðu við þá og að bytta að mæla geiminn. Og það kom í ljós, geimirinn var eiginlega ónýttur, þannig að hún kaupið sér nýjan geimir og allt gekk vel til að byrja með. Í töluvert langan tíma. Þá aftur er hann batterislaus. Við Ester vorum þá út á Spáni og þannig að það var heimatökin, hún bara fór og skilaði bílnum heima í okkur og tók bíl konunnar sem var sjálfsagt. Þannig að það var ekki óleyfi. Og þannig var þetta. Þegar ég kom heim, þá leit ég á bílinn, hlóðan og ég sá að það var eitthvað að gerast. Og ég sé að það er alternatorn, það er eitthvað að alternatornum í bílnum. Þannig ég fer keyranu á vegstæði og bið þá að mæla hann, hvað sé að. Sumir alternatorar í Yaris, þeir springa og verða ónýtir, aðrir er hægt að gera við. Þannig ég ætlaði að hvort það væri hægt að gera við þennan alternator. Þannig ég hafa mikið að gera, ég fekk ekki tíma strax, svo hann sagði mér að koma bara á sem sagt, eftir helgina og myndi taka bílinn. Og ég keyri þá bara heim og þegar ég er að nálgast akkurat að keyra inn í hringtorgið á Vesturlandsveginum, rétt hjá Korpu, að þá drepur bílinn á sér. Bara hann koðnaði niður. Bara allt í einu mista hann kraft. Og ég er að keyra inn í hringtorgið. Algjörlega kraftlaus. En ykkur, og ég skilði ekki að það er eitthvað sérstætt með Yarisinn, að hann hélt áfram. Það var ekkert í gangi, en bílinn hélt áfram. Veitu? Og ég sagði bara bílnum, ég heyri ekkert í mótornum, en hann ók áfram 5 km hraða. Og þannig komst ég áfram út úr hringtorginu og aðeins eftir Vesturlandsveginum og kom hann svo út af Vesturlandsveginum, þar drap hann á sér. Svo hann stóð ég á Vesturlandsveginum og hringdi í hina dóttur mína sem býr ekkert langt frá
bað hann að koma að draga bílinn. Og þá reif ég alternatórinn út og bílnum og sem sagt, þá var farið stykki inn í alternatórnum, sem að spenni gjafa eða. Þannig að ég fer með það í viðgerð. Og það var akkurat þetta sem talaði til mín. Allt virtist í lagi. Allt gekk vel. Veitu, og ég vissi það að það var eitthvað að gerast í alternatórnum, en það var nýr geymir, en hann hlóð ekki inn á. Alternatórinn, mótorinn gekk, allt saman gekk, það var ekki bara viftureim, allt leit vel út, en hann hlóð ekki inn á geyminn. Skiljið. Þannig að með því að hlaða geyminn, þá gekk það í ákveðin tíma og svo búið. Svo fór ég auðvitað og lét gera við alternatórinn. En það er akkurat þetta sem að svona er kannski líferni hjá mörgum kristnum einstaklingum. Þeir koma á samkomur, koma á sunnudögum og hlaða batteríið. Og hvað dugar það lengi? Ertu tengdur Guði alla daga vikunar? Ertu tengdur honum á mánudegi, þriðjudegi og miðvikudegi og fimmtudegi og föstudegi og laugardegi? Eða ertu bara tengdur honum á sunnudögum? Farðu hleðsluðin á batteríið þitt á sunnudögum, á samkomum eða á fimmtudögum. Farðu þá hleðslu og síðan á það að duga fram til næstu samkomu. Og hvernig er batteríið orðið? Þú ert að koma. Nú þarf ég að fara að samkomu. Ég þarf að hlaða á ný. Nei, vertu tengdur. Vertu tengdur alltaf. Vertu í Guði. Vertu undir smurninga hans. Ávallt. Í öllum kringumstæðum. Alltaf. Í fyrra Tímóteusbréfinu, 4. kapítulanum og frá versi 7, og ég les núna frá lifandi orði. Það segir svona: Eyddu ekki tíma í deilur fánýt efni eða kjánalegar góðsagnir og helgisögur. Kappkostaðu miklu fremur að viðhalda andlegri hæfni þinni. Ég ætla að lesa aftur. Kappkostaðu heldur að viðhalda andlegri hæfni þinni. Líkamsþjálfun getur að vísu verið gagnleg, en iðkun trúarlífsins er miklu þýðingarmeiri og er þér til hressingar á allan hátt. Erum við sammála þessu? Við erum sammála því að líkamsrækt er nauðsynleg. Heyri ég með því? Já, en andleg líkamsrækt er ennþá nauðsynlegri. Legðu því stund á andlega þjálfun og æfðu þig í því að verða heilstiftari í trúnni. Það er nytsamlegt bæði nú í þessu lífi og einnig í hinu komandi. Þetta er satt og eftir þessu ættu allir að fara. Kappkostaðu að vera í Guði. Æfðu þig, þjálfaðu í andlega lífinu. Vertu í Guði, vertu tengdur honum og leyfðu honum að flæða í gegnum þitt. Ég fer ævilega í sund á morgnana og bara þessi stutta leið sem ég geng frá heimilinu mínu út í sund sem eru 4-5 mínútur, að þá er ég tengdur. Ég byrja daginn 6:30 á morgnana, labba út og er að fara út í sund að æfa líkamann, en þá er ég að tala við Drottinn og ég er að lofa hann, ég tigna hann því að ég vil vera tengdur honum. Bara takk fyrir nýjan dag, góðan daginn heilagur andi, takk fyrir að við mögum ganga saman út í daglega lífið, takk fyrir að við mögum þjóna saman í dag, takk fyrir að þú fyllir mig að krafti þínum og ég þrái að vera tengdur, að hlaða batterið mitt fyrir daginn, fyrir hvern einasta dag. Verið í mér, segi Jesús, kappkostaðu að lifa, að viðhalda andlegri hæfni. Kappkostað viðhalda andlegri hæfni. Amen.
Og það er það sem við þurfum að gera. Vinir, sunnudagssamkomunar eru frábærar. Fimmtudagssamkomunar og það sem við erum að gera í miðri viku. Vitið, eiga samfélag við Guð er nauðsynlegt, en það er daglega lífið. Það er persónlega samband þitt við Guð sem er númer 1, 2 og 3. Að rækta og viðhalda andlega lífinu þínu. Og vertu tengdur, vertu tengd. Láttu heilagan anda flæða inn og hlaða batterið. Því það er sem þú mætir. Þú veist aldrei hverju mætir við daginn, en þegar þú mætir því, þá gerur það í nafni Jesú Krist frá Nasaret. Ekki okkar eigin mætti, heldur í mætti hans. Mætti Drottinn blessa okkur vinir. Verum í Guði og tölum þetta út eins og Jesús talaði í Lúkas 4. kapítulanum. Andi Drottins er yfir mér. Getum við sagt þetta? Trúum við þessu? Eða ertu aftengdur eða aftengd? Hver er staðan þín? Getur þú sagt þetta? Bara hrópað út. Andi Drottins er yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að boða bandingum lausn, blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar á Drottins. Amen. Getum við sagt þetta öll saman í kór? Andi Drottins er yfir mér. Vil ég segja það? Andi Drottins er yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Amen. Og vinir, við þurfum að tala þetta út. Jesús talaði þetta út. Hann var smurður. Við getum líka verið smurð. Og við eigum líka verið smurð. Andi Drottins er yfir mér. Og þannig göngum út í daglega lífið með anda Drottins yfir okkur, yfir líf okkar. Mér langar að beða lókjöruna að koma hingað aftur upp. Við ætlum að syngja aftur. Er af himni kemur kraftur þinn. Vinir, syngjum þetta virkilega af heilum hug. Og ef þú ert ekki tengdur eða tengd, þá getur orða í dag. Það er fyrirbæn hérna inn í hliðarsal og fyrirbændur fara inn. Ef þú hefur komið brot og þú finnur að það verið klippt á þráðin hjá þér, að komið brot í lífið þitt, þá getur þú tengst á ný. Jesús er læknirinn, Jesús er bíflavirkinn, Jesús er sá sem gerir við. Hann hefur skapað þig og hann getur gert við það sem hefur aflagast. Og mætti Drottinn gefa okkur náð. Við skulum rísa á fætur og svo syngjum við þetta. Þið sem vilja fá fyrirbæn, gangi inn í hliðarsalinn, en syngjum þetta. Halleluja. Hjartað fylltu Drottinn mig.
Halleluja, halleluja. Drottin, ég þakka þér fyrir að þú skýrir í heilugum anda. Þakka þér fyrir að þú fyllur okkur, drottin, þegar við hrópum til þín. Drottin, komi kraftur þinn yfir lífi okkar. Og ég trú að fólk hefur meint þetta svo sannarlega í dag. Drottin, fylltu hjarta mitt, fylltu lífi mitt. Komi kraftur þinn yfir lífi okkar. Drottin, þá svarar þú. Takk fyrir, drottin, að þú útdeilir andaðinum. Takk fyrir að þú mætir og þú endur reisir, þú endur nýjar, drottin, og þú skapar nýtt. Þú, drottin, gefur líf. Það sem var dauði, það gefur líf. Og þú gefur von, drottin minn. Takk fyrir að þú blessar söfnuði, drottin. Blessað einn og sérhvern. Blessað þá sem eru heima og eru að hlusta, drottin, eða horfa á sangumuna. Blessað, drottin. Mættu þeim, styrktu þá, fylltu Jesús. Takk fyrir að þú mætir. Drottin, við bjóðum velkomin heilagur andi. Halleluja, halleluja, Jesús. Halleluja, halleluja. 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 Það er komið að lokum samkomunar frá Fíladelfíu í dag. Rétt eins og við klæðum okkur þegar það er kalt og til þess að vernda okkur fyrir kuldanum, og þegar það rignir að þá klæðum við okkur til þess að vernda okkur fyrir rigningunni. Þannig þurfum við líka að vera íklætt Kristi til þess að vernda okkur í lífsins ólgu sjó. Og við þurfum á því að halda að vera íklætt Kristi á hverjum einasta degi, ekki bara á sunnudögum. Og ég hveti til þess að taka til þín orðinans varðar í dag, eigðu samfélag við Guð á hverjum einasta degi, ekki bara á sunnudögum. Lestu í orði Guðs, byttu bænirnar þínar og eigðu samfélag við aðra trúaða. Bjótu þeim heim eða mættu í kirkju, hvaða leið sem þú finnur til þess. En við ætlum að enda þessa samkomu á stuttri bæn og ég hveti til þess að biðja með mér. Drottin, ég þakka þér fyrir að þú vil líf okkar í þinni hendi. Og ég bið Jesús fyrir þeim sem eru að horfa á þessa samkomu eða hlusta á hana. Ég biði, drottin, að viljinn þinn verði í lífi þeirra. Ég biði að þú hjálpir okkur öllum að helgast þér, að gefa þér tíma að hlusta á þig hvern einasta dag og leita þinnar handleiðslu og þinnar verndar. Ég biði, drottin, að blessa alla þá sem eru að horfa. Og ég bið bara að þinn vilji verði í líf okkar allra, viltu blessa landið okkar og þjóðina og fjölga þeim sem á þig trúa á þessu landi. Í Jesú nafni. Amen. Næsta fimmtudag hefst kotmót í Kirkjulækjakoti. Ef þú átt möguleika á að vera með, þá hvet ég þig til þess að koma og vera með okkur. Þú getur fundið allar upplýsingar inn á kotmót.is eða inn á Facebook. En við kveðjum frá Fíladelfíu í dag og ég bið Guð að blessa þig.